Eða Guðmundur, fyrst og fremst bara til hamingju með félagsskiptin til Njarðvíkur og hvernig bara tilfinningin að vera komin í, já, kom ekki að segja bara annan lita grænum? Hún bara mjög góð, mjög spenntur og bara spennandi verkefni sem framöndan í Njarðvík. Var þetta langur aðdragandi að þú kemur ekki til Njarðvíkur? Já, svona búið að taka kannski 10 daga, svoleiðis. En við tölum fyrst saman í byrjun janúar og Davíð og var strax mjög spenntur. Var þetta svona kannski verkefni sem var svona mest spennandi, svona Njarðvíkingar að leggja vel í þetta og svona þetta virðist vera allan spennandi tíma framöndan? Já, við erum mættir til að skrifa söguna held ég og koma Njarðvík upp og bara spennandi. Og svona þín markmið bara fyrir tímabilið, hvað vonast þú til að gera svona næst sumar? Ég ætla bara að byrja að koma mér inn í hlutina og koma mér af stað. Ég hef búin að vera í frí rúma mánuð og bara komið sér hægt og rólega af stað og byggja sig upp og sjáum bara hvað verður. Og svona, eins og þú segir, Njarðvíkingar vonast til að skrifa söguna, þannig að hlýtur að vera gríðarlega spennandi að svona tilhugsunum að vera partur af því. Já, ég held ég hafi tekið tvisvar þátt í að komast upp úr þessari deild og bara svona hvoru skipti öðruvísi, komst upp með Víking Ó í fyrst skipti í sögunni og það var helviti gaman og svo fór ég gegnum taplaust tímabil með Fram og það var svona aðeins öðruvísi. Þannig að reyna að nýta kannski reynsluna úr þeim báðum skiptum í að koma Njarðvík upp. Hver var svona sölupunkturinn frá Davíð til að ná þér yfir Njarðvík? Hann þurfti nú ekkert að samfara mig mikið sko. Ég búinn að kannski tvisvar áður búinn að spila undir hans stjórn og við varum saman það að kannski komið tími til bara nú. Og svona bara undir komandi stundir svona fyrsta leikur vantilega, já þú ert vantilega komið leikvöld fyrir Grindavík núna í Lengjubílnum og næst, svona serðu fram á að ná okkur mínútum þar? Við þurfum bara að sjá hvernig vikan ég þarf eins og ég segi fyrsta æfingu á morgun og það tekur yfirleitt smá tíma svona að koma sér aftur í rútínu með hreyfingar og það allt annað að fara að hlaupa heldur en að vera í fótbolta, þannig að við þurfum bara að sjá hvernig líkaminn tekur við þessu og jú, ef að mínu þörfa þá bara tekið þátt sko. Þú byrjar að huga eitthvað eins og næsta sem eitthvað svona markmiðum upp á að skora x mikið eða eitthvað svoleiðis? Nei. Eins og ég segi, maður þarf bara að koma sér á stað og svo þegar styttist í mót og maður sér hvernig standið og svona og þarf maður bara að setja sér raunsæi markmið og vinna þeim. Takk fyrir.